hjartanlega velkomin á þennan menntamorgun ferðaþjónustunnar. Þið þau ykkar sem hafið verið svo forsjálan á okkur í kaffi og með því að fá okkur sæti. En hér boðið upp á veitingar án þess að vera með sérstaka kaffipásu, þannig að við ætlumst til að þið bjargið ykkur hér. Ég heiti Sveinn Aðalsteinsson og framkvæmdastjóri Hæfniseturs ferðaþjónustunnar og jafnframt framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Hæfnisetrið hefur verið til í 1 ár rúmlega og tímabundið verkefni kostað af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Ég afskaplega ánægður hvað margir eru komnir hingað í dag, hafa gefið sér tíma, bæði nær og fjær, mætt hér og viljið skoða það sem við erum búin að vera að gera og heyra á gott fólk sem hér ætlar að koma. En ég ætla ekki að hafa þessu orð mikið lengri, hjartanlega velkomin enn og aftur og bið Jóhannes Þór Skúlason að framkvæmdastjóra SAF að koma hér og taka við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Jóhannes. Komið sæl og gaman að sjá okkur. Kósí hérna, svona dimmt og kerti og þetta svona átt að vera á fundum. Verið velkomin á þennan fund SAF og Hæfniseturs ferðaþjónustunnar. Við leggjum hjá Samtökum ferðaþjónustunnar töluvert upp úr þessu samstarfi við Hæfnisetrið vegna þess að eitt af því sem skiptir mestu máli í uppbyggingu ferðaþjónustunnar í Íslandi að byggja upp fjárfestingu í hæfni og fagmennsku. Og Hæfnisetrið grundvallarbreyting í því hvernig við nálgumst það frá því sem áður var. Og við vonumst til þess að það muni vaxa á dafna og þau verkefni sem eru núna til dæmis að hleypa úr hlaði, þau muni reynast okkur mjög vel. Og til þess að fara aðeins yfir þetta í dag þá erum við komið með margt af góðu fólki sem við fáum hér hvert á eftir öðru og ég veit að það verður allt saman mjög fróðlegt og skemmtilegt. En mér langar aðeins í upphafi til þess að segja aðeins frá þessari hugmyndum menntamorgna SAF og Hæfnisetursins. Við erum að horfa á þessa fundaröð núna í vetur og hún verður ekki bara hér í Borgartúninu, við ætlum að þvælast með hana út land. 13. mars áætlað að hafa fund á Akureyri til dæmis og síðan höldum við eitthvað áfram og komum síðan aftur hérna suður eftir. En næsti fundur verður 14. febrúar, það menntadagur atvinnulífsins í Hörpunni fyrir hádegið. Ég ætla að biðja ykkur að taka þann dag frá, 14. febrúar í Hörpunni. Þar verðum við með okkar málstofu stráka í leik og starfi og ég ætla bara að benda ykkur á það strax að endilega að fara og finna menntamorgun atvinnulífsins á vefnum og skrá ykkur á málstofuna. Þannig að við verðum örugglega með stærstu málstofuna af öllum þarna. Við viljum að sjálfsögðu sýna hvað við erum þá áherslu sem við erum að leggja á þessi mál og ég held að það skiptir mjög miklu máli að fulltrúar ferðaþjónustunnar mæti á menntadag atvinnulífsins og séu þar svolítið fyrirferðarmiklir og sýni það hvar hugur okkar stendur til þessara mála. Ég ætla ekki að hafa mikið lengri messu hér í upphafi, við skulum nota tíman í efnið og mér langar að bjóða fyrst í pontuna Hildi Hrönn Oddsdóttur, sérfræðing hjá Hæfnisetrinu, til þess að fara yfir verkfærakistuna. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Gaman að sjá ykkur svona mörg. Ég var aðeins hljóðum með veg. Dagskráin hérna aðeins uppi hjá mér með smá.
lokahlutverkum sem þið sjáu hérna uppi höfum við hannað ákveðin verkfæri fyrir bæði fyrirtæki í ferðaþjónustunni og einnig fræðsluaðila sem að koma að fræðslu fyrir ferðaþjónustuna. Og ég ætla núna að sýna ykkur aðeins inn í okkar verkfærakistu. Fyrst og fremst erum við í raun og veru að byggja okkar tól inn á heimasíðu okkar sem er hefni.is, en við erum einnig að vinna með öðrum samstarfsaðilum. Meðal annars erum við í tilraunaverkefni með fræðsluaðilum út allt land, þar sem að við komum inn í fyrirtæki og aðstoðum þau við að greina fræðsluþarfir og koma á fót fræðslu og mælum svo í lokin árangurinn. Og öll fyrirtæki í ferðaþjónustu geta komið inn í þetta verkefni og það er í raun og fyrst og fremst bara að hafa samband við okkur ef að áhugi er á því. En við erum einnig að skoða alls konar rafræn tæki og tól. Eitt af því sem við höfum verið að skoða er Veistu appið, eða Veistu smáforritið, þið sjáu hérna logoið hérna uppi. Þetta er leikjaforrit þar sem við getum sett upp fræðslu á mjög svona skemmtilegan hátt. Leikskólastigið hefur gert þetta vel. Við erum með fræðslu í gegnum leik og við erum í raun og veru að taka þessa hugmyndafræði að fræða í gegnum leik. Og ef þið hafi áhuga á því að skoða þetta Veistu app, þá er það samaskapi, bara að hafa samband við okkur. Við höfum gert nokkrar svona grunnspurningaflokka sem að allir geta fengið aðgang að, en einnig geta fyrirtæki svo prófa að setja inn sína eigin spurningaleiki fyrir sitt starfsfólk. Við skulum kíkja hérna aðeins á heimasíðan okkar sem að er hefni.is. Hér á þessari heimasíðu höfum við sett upp ákveðin atriði sem að við teljum að séu mikilvæg fyrir stjórnendur, starfsmenn og líka fræðsluaðila. Þannig við reynum að safna saman því helsta sem að skiptir máli kemur að fræðslu og ráðgjöf innan fyrirtækja í ferðaþjónustu. Aðal áhersluatriðin okkar hafa verið til þessa, þau atriði sem þið sjáu hérna niðri, þar sé að fyrirtækjafræðslan. Hér erum við að safna saman fræðsluaðilum og öðrum ráðgjafafyrirtækjum sem eru núna að standa fyrir námskeiðum fyrir fyrirtæki. Þannig að það er hægt að nálgast lista yfir helstu námskeiðin þar. Til viðbótar erum við líka komið með þennan fagorðalista ferðaþjónustuna sem að Mari ætlar að kynna nánar á eftir, þannig að ég ætla ekki að fara mikið út í það. En svo erum við einnig með kennsluefni sem heitir hérna þjálfun í gestrisni. Og við skulum kíkja aðeins fyrst á þetta verkefni. Þetta eru sem sagt fræðsluefni sem byggt upp á raundæmum úr ferðaþjónustunni. Þau eru skipt upp í þessa 4 flokka og þetta er sem sagt öllum aðgengilegt. Og hér, ef að fyrirtæki vilja sinna þessari fræðslu sjálf, að þá hafa þau kennsluleiðbeiningar sem þau geta nálgast og farið yfir. En hér undir, ef við bara til dæmis veljum hérna móttaka, þá erum við með þessi raundæmi á íslensku, pólsku og ensku. Þannig að það er hægt að nota þau algjörlega óháð. Ég hef notað þetta efni og verið með starfsfólk sem að tala bæði íslensku og ensku og þá hefur maður bara látið enskumælandi bara fá ensku dæmið. Það er alveg sambarlegt, það eru sömu spurningar og allt, þannig að það er alveg hægt að vinna það þannig. Efnið er bara aðgengilegt hérna, það er hægt að hlaða því niður, það er hægt að prenta það út og er bæði í raun og veru spurningarnar og sagan og svo verkefni sjálft. Þannig að það er hægt að taka fyrir eina sögu eða það er hægt að taka fyrir margar sögur. Og þetta hafa allir aðgang að og geta nýtt sér hvenær sem þeir hentar. Að sjálfsögðu er náttúrulega líka hægt að semja við fræðsluaðila að hann standi fyrir því að skipuleggja þessa fræðslu ef maður treystir sér ekki í það. Fyrirtækjafræðslan sem að ég minntist á hérna áðan er byggt upp á þessum flokkum
og kemur í raun og veru úr skýrslunni fjárfestum í hæfni starfsmanna. Það sem að ferðaþjónustan hefur verið skipt upp í þessa flokka, eða störfin réttara sagt, og við finnum námskeið sem tengjast tilteknum störfum. Þannig að hér eins og undir gistingu að þá eru þessi námskeið sem eru núna í gangi, það eru örugglega einhver fleiri og við þiggjum allar ábendingar til þess að geta sett inn. Því að það er mikilvægt að þessi listi sé sem ítarlegastur og bestur fyrir ykkur. Þannig að hér er hægt að sækja upplýsingar þá fræðslu sem er í boði. Það sem við erum líka með hérna inni eru ákveðin mælikvarðar. Þetta eru samt ekki alveg allt mælikvarðar. Þetta eru alls konar grunnskjöl sem hægt er að nýta sér bæði við greiningu og fræðslu. Við erum með ánægjukönnun hérna inni, við erum með eyðublað fyrir hulduheimsóknir, við erum með eyðublað fyrir skráningar ábendinga, við erum með slóð hérna beint eða hlekk beint hérna inn á mælaborð ferðaþjónustunnar. Þannig að það er svona stuttar leiðir. Við höfum svolítið hugsað að heimasíðan okkar virki þannig að þetta sé höfnin. Þannig að hér er hægt að fara og teygja sig í aðrar áttir, sækja gögn, sækja upplýsingar, þannig að við séum miðjan, kjarninn til þess að miðla þessum gögnum. Við erum líka hérna með upplýsingar hvernig maður fjármagnar fræðslu og það er að sjálfsögðu alltaf hægt að leita svo til okkar ef eitthvað hér er sem að vekur upp spurningar. Hér erum við svo með fagorðalistan sem að María ætlar að kynna og eftir, þannig að ég svona vísvitandi hoppa yfir hann núna. Svona, en eins og þið sjáið að þá er ýmislegt sem að við höfum gert og það er ýmislegt sem að við eigum eftir að gera og erum að vinna í. Við erum til dæmis núna að vinna vinna lítið form fyrir greiningar, þannig að það sé hægt að hver og einn getur sinni fræðslugreiningu innan fyrirtækja og það er hægt að nálgast þær upplýsingar líka hjá okkur. Þannig að það er að gera að setja sig í sambandi. Við erum hérna, ef þið viljið heyra í okkur eftir, þá sitjum við hérna, Valdís og Jóna Valborg eru hér og það er hægt að heyra í þeim ef þið viljið fá einhverja nánari upplýsingar. Annars bara þakka ég fyrir mig. Takk fyrir þetta, Hildur. Ég hef sest heldur langt frá póltinu, þannig að það er astnalegt að ég labba alltaf fram og tilbaka, en þið verið að þola það bara. Hérna, næst langar mig að kynna í pontuna hana Maríu Guðmundsdóttur sem er fræðslustjóri SAF og formaður Hæfnisetursins. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa þessa skýru og sterku tengingu á milli þessara tveggja aðila og vil við hæfi að þakka Maríu fyrir það mikla starf sem hún hefur unnið í þessu, bæði fyrir okkur og Hæfnisetrið og reyndar öllum sem að hér koma upp og tala og hafa unnið í þessu mikla verkefni sem við verðum að setja fram núna. Þannig að María, gjörðu svo vel. Hún ætlar að fara yfir fagorðasafn ferðaþjónustunnar. Já, komið öll bless og sæl og mikið gaman að sjá hvað eru mörg mætt hérna til okkur í morgunsárið. Við höfum haft svona morgunfundi hér í samstarfi við önnur aðildafélag í húsinu en núna ætlum við að einbeita okkur að ferðaþjónustunni enda er af nóg að taka. Og við höfum hugsað okkur að nýta þennan vettvang svona til þess að segja okkur frá því sem við erum að gera í Hæfnisetrinu. Auk allra þessara verkefna sem að Hildur nefndi hérna áðan, þá höfum við einbeitt okkur að því árið 2019 að skoða með hvað hætti við getum byggt upp formlegt nám fyrir þessa víðfeðmu atvinnugrein. Þannig að það er ekkert smá verkefni, þannig að við erum stórhuga og ætlum að skila okkur skýrslu innan skamms það með tillögum að úrbótum. En nóg það, við vitum það öll að það er afar mikilvægt að leita nýra leiða til þess að kenna íslenskuna og nálgast hana kannski á svona nýjan hátt og líka með hvaða hætti, ekki síst ef ég hugsa út frá fyrirtækjunum, hvernig við getum svona
auðvelda samskipti á vinnustaðnum. Og fyrir 2-3 árum síðan sá ég í sjónvarpinu að Danir voru að taka á móti flóttamönnum og þeir ákveðu það að búa til 100 orða lista í veitingabransanum og til þess að kenna fólki bara svona grunninn. Mér fannst þetta einhvern veginn dálítið mikil snilldar hugmynd, þannig að við hjá SVAF ákveðum að hafa sambandið starfsgreinaráð matvæla, veitinga og ferðaþjónustugreina, voðalega langt orð, en allavega það er fagfólkið til þess að hjálpa okkur að búa til þessa lista því að þau vissu náttúrulega best hvaða orð þyrftu að vera á listunum. Nú, allar svona hugmyndir, ég er nú svolítið óþolinmóð manneskja eðlisfari en þetta tekur tíma að þróa og gera hlutina vel, þannig að síðastliðið haust þá þegar að Hæfnisetrið hafi tekið til starfa og þá ákváðum við að þetta verkefni yrði útfært sem sagt í samstarfi við Hæfnisetrið og þessir listar voru þá komnir frá starfsgreinaráðinu og við fórum að hugsa hvernig er best að koma þessu á framfæri. Niðurstaðan var sú að við myndum búa til svona veggspjöld eða plakött sem þið sjáið hér og eins að við myndum koma þess inn á undirsíðu og heimasíðu Hæfniseturs ferðaþjónustunnar. Nú, orðalistarnir eru á 3 tungumálum, þeir eru á íslensku, ensku og pólsku. Þetta eru svona þau tungumál sem við töldum gagnlegast að byrja með og við völdum 5 flokka til þess að byrja með. Þessir flokkar eru sem sagt orðalisti við þjónustu í sal, orðalisti fyrir eldhúsið, það er orðalisti fyrir afþreyingu, fyrir þrif og umgengni og jafnvel fyrir móttöku. Þetta er sem sagt bara blábyrjunin á þessu öllu og ég ætla þá bara að benda ykkur á það að þeir sem að velja að taka plaköttina þá er svona QR-kóði hérna neðst í horninu. Þar er hægt að fara inn á sem sagt þessa heimasíðu þar sem að eru fleiri orð og er jafnframt þetta að sem sagt hlusta á framburðinn. Nú hérna, við skulum þá sjá hvernig þetta virkar og ég ætla aðeins að íta hérna, koma okkur inn á heimasíðuna. Hér er þessi sem sagt heimasíða með þessum flokkum og þetta er logoið fyrir 100 orðalistan og hérna sjáum við þessa flokka eins og er á veggspjöldunum og við tökum hérna sem dæmi bara matreiðsluna, þá fáum við upp þennan lista. Hér er hægt að leita að orði bæði á íslensku, ensku og pólsku og síðan vonum við náttúrulega bara að tæknin sé okkur hliðholl og við getum aðeins prófað hérna hvernig framburðurinn er, til dæmis að gljá. Að gljá. Mjög skýrt. Og Aðalréttur. Afhýðing. skaplega skýrt. Þannig að hérna, ég sé líka tækifæri í þessu að Íslendingar á vinnustöðum geti líka lagt sig fram, til dæmis að læra einhver svona starfsheiti á pólsku. Þannig að þetta, ég sé alveg að listarnir ætti að geta gengið fram og tilbaka, þetta vera gagnvirkt fyrir alla aðila. Nú hérna allra neðst í skjalinu, þá er síðan möguleiki á því að leita að orði. Þannig að endilega komið við með tillögur orðum fyrir þau eru búin að rýna svolítið í listana eða er eitthvað sem að þið teljið að vanti. Og eins að fá starfsmennina til að koma með ábendingar. Nú ég vil líka taka það fram að þessir listar þetta er ekki alveg endanlegir listar eða tæmandi, þetta er bara svona blábyrjunin á því sem að við viljum sem sagt benda á og ég vil líka segja að við getum kannski ekki alveg í öllum tilfellum tala íslensku kennslu því að til dæmis inn á veitingalistunum er orðið að bomma, vitið hvað það er? Það þýðir síðan að taka á móti pöntun og kominni inn í sal. Er það ekki rétt hjá mér, Magarósa? Já, eða taka pöntur og komin inn í eldhús. Og komin inn í eldhús, ætla ég að segja, mismælti ég ætla að segja eldhúsið, já. En þetta er semst að bomma. Þannig að kannski erum við ekki alltaf að tala íslensku kennslu í öllum tilfellum, heldur erum við svona auðvelda bara samskiptin á vinnustæðnum. En ég held samt að þetta sé svona góð leið til þess að byrja á því að sem sagt
að læra tungumálið, þannig að ég held að það væri bara næsta skref hjá okkur jafnvel að taka einhver 20 til 40 svona orð eða orðasamtök, sambönd þar sem að fólki er gert kleift sem er í framlínustörfunum að taka á móti á okkar ylhýra tungumáli og sömulegis að kveðja. Ég var á veitingastað daginn og ávarpaði unga stúlku á íslensku og hún sagði mig, ég ekki tala íslensku, má tala ensku. Strax eitthvað svona gerir mann mýkri eða maður vill fá svona viðmót gjarnan að það sé, maður sé ávarpar á íslensku og fólk kunni svona þessar grunnsetningar. Þannig að það er okkar ásetningur að bæta þessu svona jafnvel inn í. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta mjög mikið lengra annað en það. Ég vil bara að lokum hvetja ykkur öll til að taka með ykkur hérna þessi plakött og eins getið þið nálgast þau hjá skrifstofu Hæfnissetursins upp í Skipholti. Það er hægt að fá þessi plakött líka hér á skrifstofunni hjá okkur hjá SAF og þið sem eruð út á landsbyggðinni og gætuð hugsanlega verið að fylgjast með á streyminu, ykkur er velkomið að senda póst á heimasíðu Hæfnissetursins sem er hæfni.is og við munum þá senda ykkur þessi plakött ykkur að kostnaðarlausu. Síðan er það bara einlega von mín að þetta muni gagnast ykkur öllum sem allra best inn í fyrirtækjunum og þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta, María. Mér finnst persónulega einmitt mjög áhugaverður vinkill í þessu að íslenskumælandi starfsmenn geti lært svolítið í pólskunni til þess að geta nú tjáð sig líka við starfsfélaga sína. Þetta samskiptin þau virkar nær best að þau geta gengið í báðar áttir. En næst ætlum við að vinda okkur í svona hérna praktísku hliðar málsins og það eru þau Stefán Karl Snorrason, starfsþróunar og gæðastjóri hjá Íslandshótelum og Marina Isabel Pimenta de Quintanilla Mendoza sem er leiðsögumaður sem ætla að koma upp og fjalla aðeins um það og ég ætla að biðja að koma bara upp hvert á fætur öðru án sérstakra kynningar á milli og bjóðu velkomin Stefán Karl fyrst. Já, góðan dag. Áður en ég byrja, langar mér að biðja ykkur að taka upp svona rithöndin ykkar og kreppa hann saman í hnefa. Taka hina höndina og setja hann svona yfir, þannig að þið klemmi hann svona yfir, haldið henni fastri. Og prófið núna að opna hnefan með rithöndinni. Prófið það, best þið getur. Þið finnið það að þetta er ákveðið máttleysi. Það er því að við erum ekki með vöðva til þess að opna. Við erum bara með vöðva til þess að kreppa saman. Og nú er ég fæddur á Íslandi, en ég flutti til Hollands þegar ég var 7 ára gamall. Bjó þar í 8 ár. Og ég man eftir fyrsta deginum mínum þegar ég var í skólanum, þá voru krakkarnir að tala um Two Unlimited, þegar eitthvað sem man eftir þessar hljómsveit. Geggjul hljómsveit, sko, hún var frá Hollandi, vissi það ekki á þeim tíma. En ég átti geisladisk frá Two Unlimited og ég skildi ekkert hvað var að segja nema ég er eitthvað bla 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 bla, Two Unlimited. Og mér langaði svo ógeðslega að segja, ég sagði, já, geisladisk með Two Unlimited. En mér leið nákvæmlega eins og það að reyna að opna hann hnefa. Ég bara gat það ekki. Og þetta var ofboðslega óþægilegt, þetta heggur í mann, að geta ekki tjáð sig. Þótt þess ekki lítið nema að segja bara, þú veist, já, geisladisk. Þannig að þetta er hlutur sem er óþægilegur þegar maður kemur hérna til Íslands. Það er ný menning, maður er útlendingur, maður langar að tjá sig og bara kemur flatt upp á mann. Hvað get ég sagt? Ég hafði einföldustu orðin. Og rétt svona til þess að fara yfir Íslandshótel áður en ég fer svo í okkar erindi er að við erum á hótel á 17 hótel víðsvegar um landið. Íslandshótel er sem sagt Grand Hotel Reykjavík, Hótel Reykjavík Centrum og öll 15 Fosshótelin. Og við erum sem sagt með, þetta eru tölur frá því núna í desember, 47 mismunandi þjóðurinni. Á sumrin fyrir við allt upp í 1100 starfsmenn og þá eru þjóðurinn enn fleiri. Og við sjáum það að Ísland, Íslendingar, og þetta eru hótelum sjálfum, við erum ekki með skrifstofan hann inni, en á hótelum sjálfum erum við rétt innan við 1/4 sem eru Íslendingar. Restin eru útlendingar og eins og sjáum þá, alveg rétt jáður, Pólverjar eru lang, stærsti hópurinn hjá okkur. Þannig að þetta eru svona hlutin sem við stöndum fyrir. Og það leiðir til þess að við erum ákveðna áskoranir hjá okkur.
Og fyrsta áskorun helst, hvernig tengjum við saman þessar mismunandi menningar heima? Veist, það ekki bara það að þau tala ekki tungumáli, þetta líka alls konar mismunandi menningar heimar. Og út á landi, langflestum hótelum okkar út á landi, þá býr fólk saman á hótelinu. Þannig það var kannski að vinna saman og svo fer það bara og að elda kvöldmál saman. Og svo bara, já, ýmislegt, ég geti haldið örugglega fyrirlestur þetta er alls konar fyndið sem getur komið upp á hana. Stundum ekkert sameiginlegt tungumál, sumir tala eins og ekki ensku. Þannig að fólk bara getur ekki neitt tjá sig. Við erum alltaf með starfsstöð allt land frá Patreksfirði til Fáskrúðsfjarðar. Og svo náttúrulega bara rosa misjafnt hvað fólk vill læra. Sumir koma og vilja bara strax fá að læra eitthvað tungumál, læra íslenskuna, læra enskuna og öðrum þeir bara fatta, herru, wow, ok, það er bara hérna minn hópur og ég ætla bara að spjalla þennan hóp. Þannig við tókum ákvörðun með þetta að við ætlum að fagna fjölbreytileikanum. Við ætlum að gera eitthvað úr þessu. Að vinna svolítið með þetta að við erum ekki öll eins. Og með því bara að kynna svolítið menningar heimi hvers annars. Þannig við byrjum fyrir cirka ári síðan, 1,5 ári síðan, með þess að við kallum svona ambassadora verkefni. þar sem við fundum svona ambassador fyrir hvert einasta þjóðerni og viðkomandi erum bara að fræða hina sína menningu, sitt tungumál. Við höfum verið svona orð dagsins, þá að vera að birta það á 50 mismunandi tungumálum. Við erum með svona starfsmannaskjái sem við erum með í hótelum, þar sem við birtum þetta hérna orð. Og ambassadorinn hafa líka verið svolítið svona, hvað segir maður, röddin fyrir þetta þjóðerni. Koma þeirra óskum áleiðis. Þannig að við heyrum hvað þau hafa að segja líka. Og að lokum, þá nýtum við þennan fjölbreytileika til að mæta þörfum viðskiptavini. Þetta er ekki bara starfsmenn, við erum með alla flóruna sem mætir hingað til okkar. Og við finnum alveg sjálfi hvað er verið að biðja þá spottum við mjög fljótlega að það er mjög tengt menningunni hvað er verið að biðja og alls konar sérþarfir. Og þetta hjálpar okkur að fá svona innsýn inn í það. Hvað getum við gert aukalega fyrir okkar viðskiptavini út frá því hvað starfsfólk er að segja okkur. Þannig þetta færir okkur inn í íslensku kennsluna sjálfa. Því að hluti af þessu er að sjálfsögðu að fólki læri íslensku. Það er rosa misjafnt hvernig fólk, hvort það vilji læra það og hversu mikið það læra það. Og við finnum sjálfalveg fyrir því að höfuðborgarsvæðinu er töluvert meira áhugi fyrir þessu heldur en út á landi. En það er vegna þess að höfuðborgarsvæðinu er töluvert meira íslenska heldur en út á landi. Út á landi festa svo svolítið sem bara sínu tungumáli. Og við hefum gert ýmislegt, við hefum keypt kennslu á staðnum, þá kemur bara ykkur á hótelið og er að kenna íslensku þar. Við hefum sendt fólk á námskeið og það er bara það sem við biðjum sumir vilja bara fara almennt námskeið, sumir að funda ykkur aðra lausnir og komum bara að biðja ykkur er í lagi við förum á þetta og við hefum alltaf styrkt þannig. Svo sjáum hérna niðar, við hefum alltaf styrkt ef einstaklingur biður þetta. Nema náttúrulega að vilja fara í hálfsás frí og ferðast á Ísland, kannski styrkjum ekki alveg svoleiðis. En við reynum að styrkja eins og við getum. Svo höfum við líka verið að halda okkur eigin námskeið. Þá bara fundið ykkur pólskan sem er sterkur í íslenskunni. Fengi hann til að kenna öðrum pólverjum að kynna sig íslenskuna og tengja svolítið við þeirra tungumál. Og svo hérna lokum, orð og setning dagsins eða vikunar. Þetta er orðið sem við vinnum með núna, þetta er setningi sem við vinnum með núna. En þarna erum við náttúrulega svolítið háð því að hótelin sé að viðhalda þessu líka. Þetta er svolítið að deildarstjóri og hótelstjóri þarna að þeir séu duglegir að tala við sitt fólk, að ræða þetta. Því að það er eitt að hafa bara svona fallegt upp á skjá, það er annað að fólk er virkilega að fara eftir þessu og ég held að flestum kannist svolítið við þetta. Fólk bara sér þetta, ok, flott orð, geggjað og labba svo bara áfram, bíður spennt eftir næstu viku, hvað er næstu orð? Svo er ekkert gert. Þannig að okkar svona greining á þessu var að í fyrsta lagi þegar við fáum aðkeypta þjónustu eða við sendum fólk á okkar námskeið, þá er kennslan of almenn. Það er verið að kenna bara svona allt og almenna hluti sem kannski fólk er ekki endilega að nota dagsdaglega. Og við viljum því frekar hafa þetta tengt okkar bransa, þannig að fólk getur raunverulega að tala saman svona á sínu tungumáli, það er að segja svona hótelbransa tungumálinu. Og þar að leiðandi fögnum við þessu mjög innilega. Okkur finnst alveg geggjað og við erum búin að biðja þetta lengi.
Þannig að við erum mjög ánægð að fá að sjá þessi plakat koma og ég vil helst bara taka öll þessi plakatina með. Það er ástæðan fyrir því að við erum reynt að vera með eigin fræðslu. Við brugðumst við með því að biðja ykkur inn hótelisins að kenna til þess að tengja þetta svolítið okkar tungumáli. En þar kemur aftur sama að það er hægara sagt en gert að fá fólk til þess að kenna þetta. Það er kannski ykkur til að kenna vini sínum með eitthvað þannig en leiðum beðið þær til að koma inn og kenna 20 manns að ykkur tungumál. Það var svona stífna fólk upp og ekki alveg nenni þessu. Þannig að það hefur gengið pínu erfilega og svo bara út á landi er jafnvel bara ekkert í boði. Svo erum til dæmis með eitt námskeið eitt hótel sem heitir Fossil Núbar, rétt hjá Kirkjubæðarklaustri, sem er svona nánast middle of nowhere hótel. Og þarna hefur bara, það er ekkert. Þannig að fólki þar hefur bara, það veit eiginlega ekkert hvað það á að vera að gera. Þannig að við hefum svona beðið eftir því eitthvað kemur, þá hoppum við á það bara. Það var bara spurning hver gæðin verður á því, það er náttúrulega svolítið happa-klappa líka. Og helsta vandamáli er það að það vantar eftirfylgni að viðhalda á þessu. Fyrir námskeið, flott, búin námskeiði, kemur tilbaka, ekkert gerist, allt gleymist og lífið heldur áfram og svo bara árið seinna bara, ég þarf að fara að skella mér námskeið aftur. Og svo bara endurtekur þetta sig. Þannig já, taka skýrt fram að ég bjó til klærnar öðruvísi, það voru breyttar, ég er ekki að reyna sjónina hjá okkur. En ég var bara erfitt með að lesa það sjálfur hérna. Sko, lærdómur okkur á þessu var náttúrulega bara að námskeið þurfi að vera sérsniðin. Við þurfum að kenna þau orð, þær setningar, þetta lingó eins og kannski eigum að sletta hérna, sem er talað inn á staðnum sjálfum. Það er svona helsta. Þannig að við séum ekki að kenna bara, já, góðan dag, ég ætla að kaupa miða í sund. Svo fer enginn í sund. En þetta er svona setning sem bara við græðum ekkert á, nema að þið vilja djóka í hvort þau eru svona, hei, ég kaupa miða í sund. Svo annað sem við fengum að heyra, og bæði við þetta lærdómur við tölum náttúrulega við alla. Þið erum búin að vera mikið að vinna með fólki og pæla því hvað getum við gert, hvernig getum við hjálpað ykkur. Lítil skref í einu, ekki bara búm, það er líka valdavæli námskeið fyrir námskeið, það er bara fullt á orðum og það er bara svona overload, bara lítil skref, eitt orð, eina setningu, vinna með þetta, nota þetta, halda svo áfram. Við vorum að taka upp Elumi, ef ykkur hafa heyrt það, við tókum það upp núna í október. Það er rafrænt fræðslukerfi og við munum nota það svolítið mikið í þetta. Við erum alltaf að birta svona orð dagsins, orð vikunar og svoleiðis og munum alveg definitely tengja við þetta hérna. Svo er það líka sem við kynnum sem náttúrulega bara hoppa nú í annað en það er að kenna ensku. Það er líka mjög sterkur leikur því að stundum er verið að kenna, ef við kemur fólki inn það kann ekki ensku, kann ekki íslensku, kann jafnvel ekki pólsku ef við fyrir þangað. Þá er svona hvernig á ég að kenna þeim íslensku. Það er svona oft best að kenna þeim ensku fyrst, það er tungumál sem við tala því hótelbransanum, fyrir svo yfir í íslenskuna. Og svo að lokum náttúrulega bara er tvennt. Það er engin einrétt leið til. Einu finnst kannski gaman að fá fullt orðum og vinna með eins mikið að vill. Annar vill fá bara eitt og eitt orð. Einn vill kannski bara fá að sitja og hlusta á okkur, annar vill kannski bara fara full-blown alias bara. Fara að leika þetta allt saman, Pictionary, eitthvað, það er til svo margar leiðir og margar skemmtilega leiðir. Og vorum að tala veistu appi hérna, svona leikskóla menningunum með þetta og ég var nú 2 börn, einu 3,5 og strákur með 1,5. Og ég kom svona bara sjálfur daginn að ég kenni þeim allt með eitthvað ákveðin leiklisti eða tekník eitthvað svoleiðis. Fór í feluleik með henni í gær. Þá fór ég að fela mig, ég faldi mig og svona, hún fór að leita eitthvað, pabbi, hvað ertu? Og svo þegar ég var búinn. Og hún svona, vá, þetta var gaman, sagði, já, veistu hvað þetta kallast? Þetta kallast feluleikur. Búinn, búinn að læra orð. Og hún kann núna, hún kemur öll tíminn í dag, pabbi, ég fari í feluleik. Og svona vindur þetta upp á sig, það er svona lítil orð, en það er til svo margar mismunandi leiðir sem gera þetta. Og svo stærsta í þessu, þetta, ég var beðinn sérstaklega, Stebbi, komdu þessu framfæri, það er eitthvað sem ég læri þetta, það er þolinmæði. Ekki gefast upp. Þegar við byrjum að tala við ykkur, gefum okkur tíma að tala íslensku, ekki hoppa í enskuna bara þegar þeir eru pínu öruleikar. Ekki hoppa í enskuna því að það eru flestir útlendingar því langar bara getur náttúrulega alltaf. Prófum íslenskuna fyrst,
tökum svo enskuna. Þegar við erum alveg gjörn á þessu, svona, við erum að tala við ykkur, ég þekki þetta, svona, já, hvað segir þú, ok, how are you doing, og við bara hættum þessu, nennum þessu ekki, sleppum því, gefum þessu tíma. Þannig að þetta er svona helsta sem að ég hef að segja við ykkur þetta alls saman og svo náttúrulega bara öllum velkomin að samband við mig. Getið sendt mér e-mail eða vilji, með lengsta e-mail í heimi, stefan.karl.snorason@islandshotel.is. Ég baði Stefán Karl að Íslandshotel en ég fekk bara nei, bara computer says no. Og ég verð náttúrulega hérna eitthvað, þannig að ef vilja heyra eitthvað í mig meira með þetta þá bara er ég velkomin að spjalla við mig. Þannig bara takk fyrir mig. Jæja, þetta var fyrst orð sem ég lærði og það þýðir margt. Komdu sæl, Marín heit ég, Isabel Pimenta de Quintanilha Mendonça, eins og þið heyrið. Þið held að Eyjafjallajökull var herfitt að bera fram, prófið þetta. Ég er fædd í Portugal en ég flytt til Angola þegar ég var 2 mánaða. Samt ég tala portugalsku, það var ekkert erfitt. Þó aðlögum í Angola var erfiðara fyrir mig þegar ég kom aftur tilbaka til Portugals en aðlögum á Íslandi, sem er skrítið, en það var þannig. Þó ég bý á Íslandi í 20 ár, ég þarf ennþá að lesa, annars fallbeyingar kemur ekki rétt og ég er kennari, meira að segja. En nefnilega ég er grunnskóla og tungumálakennari, ég er túlkur og þýðandi, ráðgjafi, formaður félags portúgalskra mælenda á Íslandi og síðast en ekki síst leiðsögumaður. Ég er einnig kona og engikona og móðir, sem sagt ég er Wonder Woman, margir hér svona. Ég fá oft inn á þannig spurninga hverju komst til Íslands, eins og að koma til Íslands er eitthvað mjög furðulegt. Af hverju kom þú frá Portugal til Íslands? Ég svara alltaf að því íslensku vikingur fór í viking til Portugal og tók mig. Fólk finnst þetta svolítið ókunnlegt og þeir hætta að spyrja hverju ertu komið til Íslands, það er svona alveg. Það hefur tekið tíma fyrir mig að læra íslensku og eins og því sé ég er enn að læra og vegna þess þetta á mínu móðurmál það er ekkert til fallbeyingar og það var svolítið erfitt fyrir mig að skilja hvað er þetta fallbeyingar á íslensku vegna þess líka að því ég fór í áskólanum og taka BA í íslensku samanamál og nefnilega það var ekki mikið reynsla fyrir 20 árum að kenna íslensku samanamál, það er málið. En þá ég þurfti að fara mitt leið, ég þurfti að fara í þessi orðalisti eins og þið er að tala hér. Miða, ég bara seti miða út allt heima á mér, hvað voru gaflar og hvað voru glös og ég þurfti að gefa lítum til að vita hvaða kyn var þetta, karlkynbál, annars ef maður segir ekki rétt fall þá bara kemur allt vitlaus á okkur, það var svona sem ég lærði íslensku. Aðferðin sem ég notaði líka var að lesa mikið og tengja þetta með mitt áhugasvæði, okay? Svo ég fór að skrifa hugtök bókmenntum og matgreiðslu og þegar ég fór í leiðsögum þá var ég að skrifa hugtök landsvæði, af hverju heitar svona til dæmis. Eyjafjallajökull, af hverju er Eyjafjallajökull? Maður getur alveg fattað þetta. Það var líka mikilvægt að reyna að tala, þótt var vitlaust og enginn skildi mig. En að lokum var mikilvægast að geta legið að sýta í mistök. Ég man til dæmis einu sinni, ég bað barnið mitt til, og þá ég talaði svolítið hátt, ég bað honum til að hætta að taka hórur af nefinn á sér. Í stað að segja taka hórið. Guð, það var eftir þessu.
nefnilega langar mér að fylgja ykkur að læra íslensku var að hún hefur mjög mikilvægt fyrir mig og það opnaði fyrir aðgengið fyrir mig á samfélagi og menningu. Það er mjög þægilegt þegar ég keyra turista til dæmis og keyra á Suðurlandi og fram hjá Vestmannaeyjum og það kemur strax upp í hugun á mér saga bak við eyjunnar og vegna nafnsins bara. Það er frábært að geta staðsett sig og vegna þess maður tekur náttúru í kringum sig og þetta gerist allt Ísland sem sagt, þjóðsögur, Íslandssögur. Ísland er bara stort lífandi kort þar sem við höfum aðgang og vegna þess bara við kunnum tungumál. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, Marína og Stefán. Áður en við vindum okkur í smá umræður þá ætlar hann Andri Snær Magnason, rithöfundur, að fara yfir nokkur orð smámálið og ég held við höfum ekkert meiri kynningu á það. Gjörðu svo vel, Andri. Já, góðan daginn. Nokkur orð smámálið. Ég kannski skipti mér af þessum daginn á pínlítið smáborgarlegan hátt eða þannig að ég var í fyrst skipti með skrifstofunir í bæ og ég hef nú ekkert verið svona hugsi eða kvartað yfir þessum straumi. Ég frekar tekið eftir því að það bara fullur lögavegu klukkan 9 á sunnudögum þar sem áður var bara blásandi gubb og þarna svona bjórdósir og supp en allt í henni er komið bara eitthvað svona þéttleiki af mannlífi á stöðum þar sem var ekkert fólk áður. Og í rauninni líka bara þessi fjölbreytni að bara alls konar fólk komið og maður pantar eitthvað á ensku eða hvernig sem er en síðan var ég bara aðeins að hugsa þetta þegar ég fór á kaffihús og sagði 1 espresso og mér var svarað svona með smá þjósti bara I don't speak Icelandic og ég segi 1 espresso og ég segi bara það var eitthvað svona hvernig maður haga sér úti sjálfur þá, segir maður uno cerveza eða dobri dan eða eitthvað, að það var ekki einu sinni þessi svona nokkru, þessi 5-6 orð, bara góðan daginn og 1, 2, 3, 4, 5 eða 5 algengustu hlutir á matseðlinum sem voru einhvern veginn gildir á íslensku og svo fór ég að hugsa þetta og ég skrifaði örlítinn status þetta og þá kom það í DFF Andri Snær vill útlendingar tala íslensku. Og svo kom Egill Helgason alveg brjálaður, Andri alveg rugglaður, útlendingar fá ekkert borgað og akkurat þeir læra íslensku. Þetta var eitthvað svona, ekta svona mini-stormur. En í rauninni er þetta líka eins dýpra eins og við heyrðum mér náðan að ef við einhvern veginn gefum til kynna að við eigum ekki nota íslensku, hvernig eiga þá útlendingarnir að læra íslensku ef okkur finnst ekki að við eigum að gera það. Og svo kemur líka þessi skörun, er ég dóni ef ég segi 1 espresso og útskýri fjórunum? Er ég þá dóni ef ég reyna að kenna ykkur íslensku eða innleiðana eða þjálfana? Og það var eins og að vantaði einhvers konar, og það sem ég lagði til var að hvort það væri ekki hægt að gera einhvers konar jákvætt samkomulag að mér heilsi og kunni 1, 2, 3, 4, 5 og það væri í rauninni lægi fyrir heimamann eða Íslendinga eða aðra að nota hana vegna þess að fólk vildi þá, eða það var gert ráð fyrir að fólk vildi læra þessi einföldustu orð. En það snýr síðan líka að í rauninni aukinni fjölbreytni Íslendinga að einmitt útlendingar sem flytjingað kvarta yfir því eins og við heyrðum áðan, yfir því að við erum alltaf fljóta að skipta yfir í ensku. Og svo kvarta líka Íslendingar sem eru kannski af ólíkum uppruna, sem eru kannski ættir að rekja til Asíu eða Afríku eða annað, að þeir kvarta yfir því að þeir eru alltaf ávarpaðir bara strax á ensku og þeim finnst þeir ekki þá eiga heima hérna. Þannig að þetta er í rauninni svona nýtt mál sem við erum að glíma við og eitthvað sem að manni fannst eins og væri ekki rætt og svo þyrftum við ekki að ræða vegna þess að einmitt í kjölferð á þessum litla Facebook status þar sem ég bað 1 espresso og það var komin umræða á bylgjunni að þessir helvitis útlendingar væri takað okkur vinnuna og eitthvað svona og ég hugsaði bara, Guð minn góður, bara Jesús sagði mig vegna þess að þetta var ekki svo umræða sem ég vildi fara fram með.
en fjallar líka það að við erum með ákveðið tækifæri, við erum hérna með 20-30.000 manns eða hvað þeir eru margir og Íslendingar eru afar fáir og mega gjarnan vera miklu fleiri og sumir kannski hafa einhvers konar ber einhverja óttablanda virðingu fyrir íslenskunni eða búið að segja þeim að hún sé óskiljanleg, það sé ekki hægt að læra hana. En hérna alveg heilmikill mannauður sem hér sem okkur langar kannski til þess að ánýtist landinu og vilja vera hérna lengur, að við séum ekki ykkur verðstöð heldur fólk byrji hérna kannski í þjónustugeranum en fari síðan í háskólan eða hvert sem það fer og endi síðan sem bara íbúar hérlendis. Og það snerti síðan líka eitt mál sem ég hef verið með á heilanum og akkurat 20 ár síðan ég gerði skýrslu fyrir held ég Tómas Inga Olrikt menningartengda ferðaþjónustu. Nú spáð að norðurljósin verði í lægð á næstu 10 árum, samkvæmt svona sólarfræðingum. En ég gerði skýrslu það að Konungsbók eddukvæða væri líklegast merkasta mannanna verk á Norðurlöndum, á þess að vera með einhver þjóðrembu, heldur væru mannkynið hefur skilið eftir sig einhverjar heimsmyndir, það er gríska goðafræðin, það er kristna, það eru hindúar, það eru svona stærstu ferðamannastæðir heimsins tengjast menningarsögu og Marvel Comics búið að nota Konungsbók alveg í sífellu, Thor Ragnarök og Thor 1 og 2, Tolkien, við höfum Game of Thrones og allt þetta, en við eigum hérna frummyndina á Íslandi og hún ekki til sýnis. Þannig að mér er svona kjarni og höfuðstóll íslenskunar sem eru handritinn og kannski stoltið yfir menningarsögunni hreinlega ekki til sýnis og bara hóla út á Melum, þar sem var Melavöllur. Þannig að tungumálið ekki heldur endilega til trafarla, heldur getur tungumálið sjálft verið eitt af aðdráttarafli landsins og líka getum við notað þetta tungumál til þess einmitt að fá bara fleiri til að búa hérna og taka þátt í þessu samfélagi. Og við getum kannski rætt það meira á eftir. Og þá held ég að minn punktur sé lokið og uno expresso, per favore. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Ég held einmitt að þessi smástormur sem skapaðist í kjölfarið á þessum status hafi vakið ýmsar til umhugsunar og ég veit það var eftir þessu tekið hér og þar og ég held að það hafi verið bara til góðs vegna þess að þetta kannski einn af grunnatriðunum sem við þurfum að velta fyrir okkur þessi smásamskipti vegna þess að eitt af því sem við erum náttúrulega að horfa á svona, hvað ég segja, svo áskorun að skapa og viðhalda jákvæðu viðhorfi heimamannana hérna til ferðaþjónustunar og þess svona aukna straums af fólki sem talar annað tungumál sem að því fylgir, bæði þeirra sem að vinna í geiranum en ekki síst náttúrulega þessara milljóna ferðamanna sem koma hérna. Og við höfum séð það náttúrulega annar staðar í veröldinni að það viðhorf getur farið svona upp og niður eftir því hvernig gengur. Og þannig að svona þessir ísbrjótar, þessi litlu ísbrjótar sem að þú talar einmitt í statusnum hjá þér, að þeir geta skipt svolítið máli upp á þetta. Við erum líka að horfa á, svona áður við förum í spjallið, að við erum líka að horfa á breytta heimsmynd á Íslandi þar sem að við erum núna með 12% af íbúum landsins sem eru af öðrum uppruna heldur en íslenskum. Fjölmargir af þeim og sennilega flestir eru búin að setjast hér að með fjölskyldur og eru að koma sér inn í samfélagið, búin að vera að gera það margir árum saman og það eitthvað sem við þurfum líka að horfa og læra hvernig við búum með nýjum veruleika og ég held að sem betur fyrir hefur íslensku samfélagi tekist ágætlega upp við það en betur má duga skal. Hluti af þessu það að ferðaþjónustan hún ýtir undir þessa þróun á margan máta og við erum núna með þá stöðu til dæmis í sumum sveitarfélögum á Suðurlandi að þar erum við með 25-30% íbúa til dæmis í Bláskógabyggð og Skaftárhreppi sem eru með erlent ríkisfang og í Mýrdalshreppi eru 40% íbúa með erlent ríkisfang og við vitum náttúrulega að þetta hefur eitthvað að gera með ferðaþjónustuna á svæðinu og segir okkur einfaldlega hvað það er mikilvægt að við hugsum út í þessa hluti og reynum að bæði að þá aðstoða þá sem að koma hingað til þess að vinna til þess að
læra íslenskuna, læra þessa ísbrjóta, ná betri samskiptum, en ekki síður hvað það mikilvægt fyrir þá sem að eru með íslenskt ríkisfang, heimamennina, að vera opnir fyrir því að þessi samskipti gangi vel og bæði að einmitt sýna þolinmæðina, gefa fólki tækifæri til þess að nota íslenskuna og ekki síður að reyna að teygja sig í hináttina og læra þá eitthvað af þeim tungumálum sem fólk er að koma með sér hingað, því að allt vinnur þetta síðan að því að búa til betra samfélagi. En við skulum ekki hafa þessa messu lengri. Mér langar að bjóða Svein Aðalsteinsson hérna upp, sem er framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Hæfnisetursins. Hann ætlar að stýra hér nokkrum umræðum. Ég vil endilega benda ykkur á að svona rétt á meðan að ef þið hafið tíma til þess að skjótast hérna og ná ykkur í kaffibolla og smotterí að borða meðan að Sveinn kemur þessu öllu saman fyrir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég tek undir Jóhannes og fáið ykkur kaffi. Flott. Leifum bara fólki að fá sér kaffi. Jú. Hvað segir þið? Já, þannig að þessi er í lagi. Já. Er þessi að taka upp eða? Ekki þessi? Þetta er bara hérna salur. Færa það? Ef að hafa þið bara. Já, er ekki alltaf leið að hafa þið? Það má alveg. Færið það aðeins framar. Það bara gefur þessu ákveðna vít að hafa kaffibletti á. Það er hérna til á pólsku. Já, en hérna koma spurningarnar. Jú, við vorum búin að biðja 2 að taka stóla með sér. Jæja, gott fólk, af því að við ætlum nú að vitum að tími ykkar er dýrmætur, þá ætlum við að reyna að halda okkur við tímamörkin, biðja ykkur að fá ykkur sæti og þá sem að fluttu hér erindi að fá sér sæti hér við langborðið hér, panelinn, pallborðið heitir það víst á íslensku, sem maður hætti að sletta. Það er, við erum með smáforrit, app sem eða leið fyrir ykkur, bæði þið sem eru hér í salnum og eins þið hinn sem fylgist með umræðunum í streyminu, sem er slido.com. Ef þið opnið síman ykkar, þá
og farið inn á vafran ykkar og sláið inn slido.com, þá eru þið spurðið að því hvaða fund þið viljið taka þátt í, og það er fundur númer millumerki F125. Þarf ekki að setja millimerki, segir Hildur. Hér getið þið sendt inn spurningar sem að við tökum fyrir, en þið getið líka kosið spurningar eða lækað. Ykkur getur líkað við spurningar og þá koma þær spurningar efst. Sem er mjög gott, þá vitum við svolítið stemninguna, þannig að eðli málsins samkvæmt munum við reyna að svara þeim spurningum fyrst sem að fá flest atkvæði. Þetta er ekki flókið þó að það hljómi flókið hjá mér. Þetta er mjög einfalt. En svona í byrjun, áður en að við opnum, eða réttar sagt snúum okkur að þessum spurningum sem að koma hér í gegnum Slido-appið, þá vil ég byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir ykkar framsögu hér. Var líka svo ánægður hvað þetta var öfgalaus umræða. Hún var svo lausnæmið. Við þurfum að nálgast þetta verkefni og við þurfum að gera það, eins og Stefán sagði, með þolinmæði og taka lítil skref í einu. Áður en við förum í þessar spurningar, þá er eitt af okkar slagorðum í hæfnisetrinu og SAF að við höfum að fjárfesta í hæfni starfsmanna. Nú myndi ég vilja heyra aðeins frá ykkur sem að hafi verið hér með framsögu, hvað ykkur finnst þetta slagorð. Er þetta mikilvægt? Kannski byrjum út á enda á þér, Andri Snær. Er mikilvægt að fjárfesta í hæfni starfsmanna? Aðeins augnablik. Ég er hérna sem... Já, þetta er fyrir útsending, já, fyrir ekki. Já, alltaf leið, ok. Já, ég er náttúrulega bara leikmaður í þessu og ég verði eiginlega kannski eiginlega hrósa ferðaþjónustunni að ef ykkur hefði sagt fyrirfram að það myndi bæta sig 1 milljón manns hérna fyrir 10 árum síðan og við hefðum alltaf skipulegja þetta verkefni, það hefði maður bara sett, bara glemt því, þetta er algjört rugl og ég verði að segja til hrós að svona gæði veitingaþjónustu, veitingastaða, þegar fólk spyrir mig hvar get ég borðað í Reykjavík, ég þarf aldrei að telja upp staði sem þau þurfa að vara sig á. Það sem maður hefði búist við í fyrirfram að það kemur margir jólasveinar og færa að búa til eitthvað rusl og reyna að selja það til einnota ferðamanna, eða það er að segja einnota gesta. En mér finnst ég geta sagt við fólki, bara skiptir nánast engum máli hvert þið farið, þið fáið góðan fiskrétt, þið fáið gott. Þannig að mér hefur þótt, já svona ferðaþjónustu til hrós, þá hefur mér þótt að menn hafi staðið sig þó ótrúlega vel miðað við hvað þetta er mikill vöxtur á skömmum tíma. Og minna af stórum vandamálum sem er tekið eftir einhver rúta sem verður eftir út á götu af fólki sem á ekki gistiheimili, minna af svikum sem eru heyrt miðað við hvað þetta er ofsalega umfangsmikið. Þannig að ég myndi segja að það hafi verið, þessi bylgja hafi verið svona nokkuð vel leyst af flestu leyti nema kannski salernismálin. Já, það er ekki spurning að mér finnst mikilvægt. Mér finnst líka, ég var að hugsa, ég fer stundum í miðbænum og það fólk adressa mér á ensku, þó þeir sé Íslendinga og þó ég sé tala íslensku, fólk er að tala ensku við mig. Ég einhvern veginn stundum nenni ekki tala ensku en mér finnst það mjög mikilvægt að fólk læri íslensku. Ég er líka að kenna íslensku sem annað á kvöldin í Mimi og ég veit fólk sem kemur þarna og er að vinna sem landsögumaður og kann mjög lítið Ísland vegna þess þeir kunna ekki tungumál. Það er ekki mjög mikið aðgengilegt á
ensku til dæmis og öðru tungumál Ísland, þá, já, ég held það sé mikilvægt. Ég held að það sé hægt að nálgast þetta frá nokkrum hliðum. Það er alveg sama hins vegar hvaðan við komum að því, þá er þetta allt saman, þá er þetta alltaf mjög mikilvægt markmið. Mér langar að nefna eitt kannski sérstaklega sem að sýnir okkur kannski að mér finnst umfram annað hversu mikilvægt er að fjárfesta í hæfni starfsmanna og þar með meiri fagmennsku. Og það er það að Ísland er orðið eitt af allra dýrustu ferðamannalöndum í heimi. Og þegar að við getum ekki verið samkeppnishæf í verðum almennt yfir ferðaþjónustuna, þegar ferðamaðurinn er að velta því fyrir sig hvert hann á að fara, þá sér hann mjög marga kosti sem eru ódýrari heldur en Ísland heilt yfir. Ef við getum ekki keppt í verðum, þá verðum við að keppa í einhverju öðru og þá verðum við að keppa í gæðum. Og þetta er það sem að þetta er stóri möguleikin okkar til þess að bæta samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar á Íslandi. Það er að bæta gæðin, bæta hæfni starfsfólksins og þar með hæfni og möguleika fyrirtækjana til þess að veita góða þjónustu og sem að ferðamaðurinn fer síðan heim með og segir frá og segir, heyrðu, ég fór til Íslands, jú, það var rosalega dýrt, mikið svakalega fékk ég allt flottar og óbásleg gæði og fagmennska í öllu sem var gert. Og ef við getum búið til þessa sögu, þá erum við farin að keppa á grundvelli sem við getum í alvörinu unnið á. Vegna þess að við gerum eins og kom hérna fram, margt alveg ótrúlega vel og hefur unni heppnast bara furðulega vel, margt sem við höfum verið að gera í þessum ótrúlega straumi. En við sjáum það ennþá að í könnunum hjá ferðamönnunum að þá segja þeir núna, jú, það var rosa dýrt, ég myndi gera þetta aftur, ég myndi segja öllum að koma hingað. En svo þegar við skoðum gæðastimpilinn, þá er jákvæðni prósentan þar alltaf aðeins lægri heldur en á hinnu. Þannig að það segir okkur að við þurfum að færa okkur upp í gæðum og þetta er besta leiðin til þess, finnst mér. Sko, út frá fyrirtækinu sjálfur er náttúrulega bara klárt mál og hann vill hafa hæft fólk. Það er náttúrulega ekki spurning. Mér stundum gleymast líka umræðan að starfsfólk vill verða betra. Það vill verða betri í starfinu sinni, það vill auka sjálfstressu sitt. Ég hef aldrei lent í starfsmenn að koma til mín og segja bara, Stebbi, ég vil bara verða verri. Þess að vilja allir vera betri og þar að leiðandi er þetta sko bæði það að við auðvitað setjum fólk á skildinámskeið, það þarf að kunna ákveðna hluti, það þarf að kunna check-in fólk, það þarf að kunna framreiða mat, það þarf að kunna elda mat og svoleiðis. En það er líka það að við presentum hluti sem að hjálpa þeim að vera betri manneskjur, efla sig sjálf. Og við höfum fundið fyrir því með því að fjárfesta þannig hæfni og bjóða upp á þetta að þá erum við að skapa ákveðið svona traust og ákveðna tryggð milli okkar og milli starfsmannanna og þetta skilar sér tvímælalaust til viðskiptavina. Því að ef starfsmenn finna fyrir tryggð frá fyrirtækinu sínu og finna að þau vilja gera það fyrir okkur, þau vilja vera betri, þau eru tilbúin að gera það fyrir okkur, þá eru þau tilbúin að gera sömu hluti fyrir viðskiptavini, tilbúin að setja hann að gæðastimpil á hlutina og tilbúin að gera allt þannig að viðskiptavini fari heim og sagði bara, veistu það, Ísland er bara awesome land, þegar ég má sletta hérna. Já, sem starfsmaður Hafnarsetursins þá veit ég náttúrulega að þetta er mjög mikilvægt og Stefán kannski tók þetta svolítið sem hefur verið svolítið kannski okkar vingill og sérstaklega kannski mitt svona áhuga efni og það er einstaklingurinn, starfsmaðurinn sem er að vinna í fyrirtækinu. Við vitum það að ef við aukum hæfni starfsfólk þá aukum við starfsánægju og þá leið minnkar starfsmannaveltan. Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli. Ég sé það líka bara núna, dóttir mín sem er 14 ára nýbúin að vera að vinna í bakari sem að gerir gríðarlega mikla kröfur til starfsfólksins og ég sé hvað þetta veitir henni mikla ánægju að hún fær hennar stuðning. Að það er gerðar kröfur en hún leið fær aðstoð til þess að ná þessum markmiðum, til þess að vera fulltrúi fyrirtækisins þegar hún er að selja vöruna. Og þetta er óskaplega vönduð og flott vinnubrögð og íslensk ferðaþjónusta er komin að mörg leyti á þetta plan að það eru mikil gæði. Við þurfum samt alltaf að gera betur og við megum aldrei gleyma okkur því að þetta er ekki verkefni sem við getum bara sagt, já búið, tjakk. Því að það er alltaf markmiðið að gera betur í dag heldur en við gerðum í gær.
Já, þetta er náttúrulega það sem að ég hef náttúrulega verið að huga að í þessi 13 ár sem ég hef verið hjá Samtökum ferðaþjónustunnar og það er mjög ánægilegt að sjá að mér finnst hlutirnir hafa þróast mjög í jákvæða átt hvað þetta varðar og ég vil löngum tala fyrir því að það sé ekki nóg að fyrirtækin búi til rekstraráætlanir og markaðsáætlanir, það verður líka að gera einhvers konar áætlanir það hvernig á að koma fræðslunni inn í rekstrarumhverfi fyrirtækina. Og þau lönd sem að standa fremst í þessum efnum, þau hafa all átt að sig á því að mannauðurinn og gæðamálinn og þjálfun starfsfólksins er það sem að er hluti af virðiskeðjunni og það er ákveðið samhengi þarna á milli því eins og Hildur og fleiri hafa komið hérna inn á þá er starfsmannaveltan, hún er dýr, þetta er mikilvægt fyrir einstaklingin þannig að þetta er, ef ég má þá sletta, þetta er vinn-vinn fyrir alla. Nú við í Hæfnisetri ferðaþjónustunnar og hjá SAF erum boðin og búin til að aðstofa fólk við að koma upp einhvers konar fræðslu áætlunum. Við höfum góða reynslu og mörg þeirra fyrirtækja eða fulltrúa fyrirtæki hér inni hafa nýtt sér fræðslustjóra láni þar sem að við lánum mannustjóra inn í fyrirtæki til þess að aðstofa fólk við að búa til sérsniðnar fræðslu áætlanir og þetta er síðan styrkt af starfsmenntasjóðunum og í kjölfari geta menn síðan sóttum og fengið því að allt snýst þetta líka krónur og aura og þeir eru til staðar en fyrirtækin mættu gjarna vera duglegri að nýta sér starfsmenntasjóðina. Þetta er líka ákaflega mikilvægt upp á það að við teiknum upp ungt fólk sem er að koma inn í greinina að það sjáu möguleika til starfsfróðunar og þess vegna verður mjög spennandi á næstu mánuðum að geta kynnt fyrir ykkur það hvernig við erum að hugsa þessa tengingu, hvernig er hægt að byggja upp svona formlegt nám fyrir fólki í ferðaþjónustu. Já, nú við bara vindum okkur strax í spurningarnar og ég ætla að reyna að vera svolítið sósíaldemokratískur, trúr mínu sænskri döl að deila þessum spurningum hérna á milli. En vinsælasta spurningin hér í Slító er hver eru næstu skref varðandi 100 orða listan, app jafnvel. Kannski er það Hildur sem að vil. Treystu svara? Svarið er kannski. Þetta er vefur sem er aðgengilegur fyrir síma. Þannig að fyrsta þróunin var svo að hanna þetta í vefumhverfi en er alltaf hugsaður þannig að þetta líti betur út í síma heldur en þetta lítur út á vefnum í raun og veru. Þannig að lausnin núna er í raun og veru að, nú ætla ég að sletta, að adda þessu á home screen í símanum ykkar. Og þá eru þið náttúrulega komið með svona mini app, en þetta er byggt upp núna sem vefur. Svo er hér spurt, hvað eru samtök atvinnulífsins og samtök ferðaþjónustunnar gera til þess að hvetja fyrirtæki til að efla íslensku kennslu innan fyrirtækjana? Og það er kannski rétt að spyrja Jóhannes að því. Já, takk fyrir. Samtök atvinnulífsins hafa verið með í gangi áherslu á íslenskuna í tæknisamhenginu undanfarið ár og hafa verið að vekja mikla athygli á því og ýta því verkefni áfram og ég held að það styðji við í rauninni allt sem við gerum varðandi íslenskuna. Hvað varðar fyrirtækin sjálfa þá eru samtök ferðaþjónustunnar náttúrulega fyrst og fremst að vinna þetta í gegnum og með Hæfnisetri ferðaþjónustunnar. Það er vettvangurinn sem við erum að nýta í þessu tilliti og þar erum við náttúrulega að sjá þessar afurðir sem að koma hér fram. Ég vil líka benda félagsmönnum samtaka ferðaþjónustunnar út allt land og þá sem að hlusta og horfa á þá sem eru hér inni á að hafa samband við Hæfnisetrið að fyrrabragði og kanna hvað er í boði. Ég held að sé allt og lítið það að fyrirtæki í rauninni kannski taki sér þann tíma sem að frá þessum frá daglega amstrinu sem við vitum að er mikið til þess að skoða hvað er í boði, hvaða sjóðir eru í boði til þess að fjármagna námið og svo framvegis. Þannig að eins og María taldi hérna upp áðan þá er mjög margt sem að er hægt að gera og sem að Hæfnisetrið býður upp á og ég hvet fyrirtækin til þess að
kynna sér það. Þetta er fyrst og fremst svo leið sem við erum að fara til þess að hvetja fyrirtæki til þess að nýta sér þetta og færa þetta áfram. Þannig að endilega að kanna þetta betur og nýta þau færi sem eru í boði. Nú, svo er spurt hér á eftir íslensku, ensku og pólsku hvaða mál er mikilvægast að skoða. Og þá náttúrulega liggur beinast við að spyrja fulltrúa ferðaþjónustunnar sem hér eru, Stefán og Marína. Sko samkvæmt okkar tölum er næsta tungumál sem við myndum taka þessu myndi vera spænskan. Því að náttúrulega spænskan er ekki bara að tala um Spánverjum, heldur að fullt af spænskumælandi þjóðum sem er hjá okkur líka. Svona, já, svona efst í huga myndi það tungumál koma upp. Fyrir utan svo ykkur í raun önnur austan Tjalslönd, ég held að séu svo margir koma það líka. Auðvitað ég myndi segja portugalska og spænska líka allt í lagi. En ég tek eftir því líka tíska, það er mjög mikið þörf fyrir það. Ég heyrir, það vantar oft til dæmis leiðsögumaður á tísku. Sem þýðir örugglega þetta er eitthvað sem er mikið leitað af. Og ég get ekki stillt mig, bara hér kom spurning sem hef nú ekki fengið mjög mörg læk en hún er bara svo skemmtileg. Ég langar að spyrja Andra Snæ, hvað er fallegasta ferðaþjónustu orðið á íslensku? Fallegasta ferðaþjónustu, þetta leið mér að hugsa þetta. Fallegasta ferðaþjónustu orðið, er það ekki, ég er bara að lesa hérna, yfirbókun, ég veit það ekki. Já, en yfirbókun þýðir að það er eftirspurn og það finnst ferðaþjónustunum mjög gott. Við viljum hafa eftirspurn. Svo kemur hér, hvað þarf til þess að lítil fyrirtæki taki upp íslensku kennslu? Ég held að sé að vera að spyrja hindranir eða möguleika og þú ert nú í forsvari fyrir stórt fyrirtæki en ég veit ekki hvort ég á að beina þessu til Maríu eða þín Stefán. Hver er spurningin á? Ég sé hana hvergi hérna. Hvað þarf til þess að lítil fyrirtæki taki upp íslensku kennslu? Getur Hæfnisetrið sett upp námskeið út á landsbyggðinni? Og hérna er ákveðin misskilningur sem við þurfum líka að leiðrétta, María. Sko, það fyrsta sem svona mikilvægasta sem er gott að gera sér grein fyrir er að, þú veist, íslensku kennsla þarf ekki að vera eitthvað svona mæta í kennslustofuna og það er kennari sem er að kenna þér og allir eru bara að hlusta á kennarann og svo að herma eftir. Heldur, það er að fara alls konar leiðir. Það er að byrja á orðdagsins, setningdagsins, eitthvað svoleiðis. Það er að merkja allt sem er að staðinu setja upp á svona miða. Ég var ekki búinn að heyra með kynbundna miða, mér finnst það algjör snilld. Það er eitthvað sem ég myndi taka með, setjum kynbundna miða upp. Og hérna, þannig að við þurfum að hugsa sko að ef við tölum út frá hæfni, á markmið okkar er það að fólk kunni að tala íslensku. Og ef við horfum á þetta þannig, þá er þetta að finna alls konar skemmtilega leiðir, hvernig getum við fengið fólks að tala íslenskuna. Ekki bara hlusta á okkur kennar, það virkir bara að prófa sig áfram. Og það er fyrst og fremst að fá það til þess að tala saman, gera eitthvað úr þessu. Og þá er þetta fullt af möguleikum og ég hveti ykkur eindris að kíkja í leikjafræðina, það er eins og ensku gamification, það er ekki mann þessu. Farið saman í alias, Pictionary eða eitthvað svona, leika orðið, gera eitthvað í kringum þetta og endurtaka þetta, þú veist, ég held að þessu, hvað er þetta? Þetta er kaffi, flott, geggjað, svo daginn eftir, bara, mannstu hvað þetta er? Já, þetta er kaffi, geggjað, höldum áfram.
og þar að leiðandi að lokum ætti fólk að síast hægt og rólega inn. Og bara út af minni reynslu þegar ég flutti til Hollands þá talaði ég bara táknmál í raun til þess að koma áfram. Þá svona, ég held að Super Nintendo hafi verið svona heitasti bitan á markaðnum þeim tíma. Þannig þegar ég sagði við mér hvort við ættum að fara til hans að spila Super Nintendo, þá gerði ég bara svona. Hann skildi nákvæmlega hvað ég myndi. Svo hægt og rólega lærði ég bara að þetta væri töluspil. Og svo fór þetta að vinda upp og svo gæti ég fara að tala við hann. Þannig að ég held að við ættum líka að reyna að stíga hans út úr þessa hugsun að við þurfum alltaf að hafa kennslustofu eitthvað þannig og inn í það að þetta er margar aðrar leiðir sem eru nánast betri. María, aðeins að Hæfnisetrið setur upp námskeið, þú vildir koma inn á þann misskilning að leiðrétta. Já, það er ágætt að þessi spurning kom fram vegna þess að Hæfnisetrið er ekki sjálft að standa fyrir námskeiðin, heldur eru við búin að kortleggja þörfina fyrir nám. Þetta er náttúrulega mjög víðfeðm og stór atvinnugrein með alveg ótrúlega mörgum, ólíkum og fjölbreyttum störfum og það sem við erum að gera er að sjá hvar er til nám, hvar þarf að bæta við námi og sjá til þess að koma þá ábendingu til fræðsluaðila það sem vantar á. Nú varðandi litlu fyrirtækin, þetta er ákveðin áskorun, við erum með fjöldan allar af stórum og öflugum fyrirtæki sem jafnvel eru farin að reka sína eigin skóla og fræðslan er mjög mikið að færast inn í fyrirtækin. Í könnun sem við gerðum í verkefninu þegar við byggum til skýrsluna fjárfestum hæfni starfsmanna kom í ljós að 80% fyrirtækina vildu fá fræðsluna inn til sín og við erum annars vegar sem sagt með þennan raunveruleika, þessi stóru fyrirtæki og svo erum við með litlu fyrirtækin þar sem að 60% fyrirtækina eru með færri en 10 starfsmenn og við skulum alveg átt okkur á þessum raunveruleika þannig að það er mikill munur á litlu fyrirtækjunum út á landsbyggðinni og svo aftur fyrirtækjunum sem eru aðeins stærri. Nú það er áskorun fyrir svona örsmá fyrirtæki að senda fólk á námskeið og ég hef nú alveg víðtæka reynsla því að til að mynda að reyna að koma á námskeið á Vestfjörðunum og með tilheinandi akstri og deilum þar hvar á að halda námskeið. Þetta er eiginlega bara liðin tíð. Þannig að við þurfum að líta til þessara tæknilausna og námið getur verið skemmtilegt og við höfum að spila inn á það að hafa þetta meiri leik þannig að fólk geti lært hvenar sem er og hvar sem er. Og svo þarf að minna náttúrulega alltaf fyrirtækinu á það að það er hægt að sækja styrki til þess að draga úr kostnaðinum vegna þess að það geti líka verið ákveðin svona hindrun eða áskorun fyrir smærri fyrirtæki. Já, við sem sagt okkar hlutverk er að, svo við brjóna aðeins við, það sem að María sagði, okkar hlutverk í Hæfnisetrinu er að tengja saman fræðsluaðila og fyrirtæki, aðstoða fræðsluaðila og fyrirtæki eða aðstoða fræðsluaðila við markaðssetningu, kynna þetta að fjárfesting í hæfni borgi sig og við viljum heyra bara í ykkur. Það er líka eins og Jóhannes kom inn á. Hafið þið samband. Sjáu hvað við getum tengt ykkur við. Svo er spurt, er til eitthvað viðmið hvað fyrirtæki ættu að eyða í fjárfestingu í hæfni með við stærð fyrirtækis, fjölda starfsmanna og svo framvegis. Kannski vill Jóhannes taka þennan bolta. Erum við að tala 3% Jóhannes eins og með viðhald fasteigna? Ég held við séum ekki með niður skrifað viðmið en þarna held ég eins og María var að segja sko fyrirtækin eru svo óbóðslega mismunandi að stærð og afli að ég held að þarna þurfi hvert fyrirtæki í rauninni að fara í gegnum sinn rekstur og átta sig á því hvað í rauninni stórt hlutfall er hægt að nota og það getur verið ansi mismunandi eftir því bara stærð og jáfnvel hvar á landinu menn eru, hverjar aðstæðunar eru og svo framvegis. Það sem við vitum hins vegar er það að hver einasta króna sem er sett í aukna hæfni starfsmanna og fræðslu, hún skila sér tilbaka margfalt að lokum. Þetta er bottom line mál og við sjáum það til dæmis bara úr könnunum í Bretlandi þar sem er alveg skýrt að það fjármagn sem að fyrirtæki nota til að fjárfesta í aukinni hæfni starfsmanna og fræðslu að það skila sér í betri þjónustu, ánægðari viðskiptavinum og þá bara betri árangri og afrakstri fyrirtækisins og ekki endilega bara til rosalega langstíma heldur þetta getur gerst tiltölulega hratt. Þannig að
þetta er þess virði, en síðan verður hvert og eitt fyrirtæki að komast að því í sínu bókhaldi hvað er aflögu til þess að nýta, en ég myndi hvetja þá sem reka fyrirtæki til þess að skoða það mjög vel og ekki bara horfa á það sem er svona aflögu í rekstrinum, heldur mögulega að sjá, ok, ef ég ætla að fjárfesta, í hverju ætla ég þá að fjárfesta, þá hlýtur þetta að vera einn af þeim möguleikum sem er á borðinu. Steypa er ekki allt, sko. Já, Hildur, ef þú bara heldur mikrofónum að þið gerir spurning, Hildur eða María, þið ráðið. Hæfnisetrið kemur í heimsókn til fyrirtækja, hvert er markmiðið með svoleiðis heimsóknum? Markmiðið er í raun og svolítið það sem bæði María og Sveinn eru búin að minnast á, að við komum og eigum þetta samtal. Það sem við erum að greina í raun og veru fræðslu þarfir fyrirtækisins. Yfirleitt er það nú þannig að þegar við komum í heimsókn þá komum við með fræðslu aðila með okkur. Við tökum svolítið stöðuna, örstutt, svo förum við ofta tíðum ef áhuga er fyrir hendi í lengri fræðslu greiningarvinnu. Það sem að fræðslu þörfin er greind og í framhaldinu er þá námskeið eða tillögur að fræðslu, hvort sem það er í formi námskeiðs eða á einhvern annan hátt, þá er það því fylgt eftir. Varðandi tilraunaverkefni sem ég minntist á hérna áðan, að þá erum við að taka þetta í raun og veru eiginlega alla leið. Það sem að bæði Hæfnisetrið og fræðsluaðilinn fylgir fyrirtækinu í ferðaþjónustunni, bæði í greiningavinnunni, í fræðslu inngripinu sjálfu og tekur svo stöðuna í lokin. Þannig að við höfum svolítið svona mælingu á því hvernig fræðslunni gekk eða eitthvað slíkt. María, þú kannski vilt bæta einhverju við? Ef það er eitthvað sem ég er búin að læra á þessum 13 árum, þá er það að þetta er það sem hefur skilað mér bestum árangri, það er maður og mann kontakt. Fara inn í fyrirtækin, við erum öll að drukkna í tölvupóstum, auglýsingum og áreiti. Það skilar mun betri árangri að fara og tala við fólk, setjast niður með því, finna út hvað er það sem við getum aðstoða ykkur með og þetta í alla staði skilar okkur miklu betri árangri. Við langar bara að hvetja ykkur til þess að nýta ykkur þessa þjónustu. Annarkvort að fá Hæfnisetrið að fá bara fræðslur og láni inn í fyrirtækið. Því að stundum er bara langt best að fá utanaðkomandi aðila inn sem fara að sjá þetta með ferskum og nýjum augum og líka bara greina fræðslu þar þegar utanaðkomandi aðila er að tala við starfsfólki í staðinn fyrir að koma bara næst í yfirmaður eitthvað. Og við gerðum þetta 2017 og fengum við fræðslur að láni til okkar og ég veit að þeir til dæmis komi á Jökulsárlón hjá okkur og við vorum bara mjög ánægð með þetta alls saman. Ég hvet alla til þess að gera þetta. Kannski bæta ég bara við að þetta tilraunaverkefni okkar gengur út á það að við séum þannig leiðilt að vera alltaf að sletta, ég tek það fram að við erum öll að sletta svolítið hérna, vera próaktífið að vera að sína frumkvæði að því að fara út til fyrirtækjana. Þetta tekur meiri tíma vissulega en þetta er það sem að skilar árangri. Já, og fræðslustjóra láni er eitt af mörgum úrræðum, það er besta úrræða okkar mati en það er í eigu og stjórn starfsmenntasjóða. Þannig að við getum aðstofað ykkur við allar umsóknir til sjóðana og það eru þeir sem ákveða, það er ekki Hæfnisetrið sem er með fræðslustjóra láni, heldur starfsmenntasjóðunir en við miðlum og erum í góðu samstarfi við starfsmenntasjóðuna. Ég held að við förum að setja lokapunktinn hér. Það eru þrjár setningar að lokum. Byrja á þér, Andri Snær. Já, ég bara fagna þessari umræðu og ég held að þetta er náttúrulega orðin stærsta atvinnugrein á Íslandi og bara svona að taka þátt í því að búa til einhvers konar samkomulag hvernig heimamenn svo kallaðir og ferðamenn umgangast og síðan þessi vertíð, hvernig hún svona einhvern veginn fellur að hinu daglega samfélagi og kannski einmitt það líka vera vakandi fyrir því að fólk ekki, þó fólk kom hingað í vertíð þá langar okkur kannski bara til þess að fólk
verið hluti af samfélaginu og það sé svona að það sé svona grunnviðmiðið þegar við fáum fólk til landsins að við ætlumst til þess að við gerum ráð fyrir að það vilji vera hérna en ekki að það sé að megi koma fram við það hvernig sem er og svo farið það bara eitthvað annað. Það sem ég að hugsa það sem stoppa útlendingar vilja læra íslensku, það ekki laun. Þá stundum laun getur verið að læra íslendinga, eins og sagt. Það frekar tíma sem fólk á Íslandi og að hugsa sér að vera á Íslandi. Ef ég kem hér bara til að vera í sumar, kannski fer ég ekki að læra íslensku, af því það mjög erfitt. En fyrir utan þennan tíma sem við á Íslandi, það líka umhverfi sem við að vinna í. Ef allir í kringum mig tala bara útlensku, eins og svona minn segir, þá það ekki hægt fyrir mig að æfa íslenskuna. Þess vegna mjög mikilvægt þetta lítil íslensku og þessi fáir sem tala íslensku við okkur og rólegt, ekki svona hratt. En ég get sagt ykkur líka, ég sé það nokkru fyrirtæki sem ég sé það að gera eitthvað í því. Mér finnst mjög skemmtilegt að fara á nokkru stöðum og sjá miða á öðru tungumál en íslensku og þá fólk að tala báðu tungumál af því það gangvirkt. Nefnilega ef þú reynar að tala mitt tungumál, ég skal reyna að tala þitt líka. En já, það allt. Takk. Takk. Mér langar að grípa kannski inn í lokin eina af spurningunum sem eru á Slido það sem er verið að segja frá því að ég upplifi hranalegt viðmót Íslendinga gagnvart erlendu starfsfólki nær daglega. Verður þetta verkefni kynnt öllum íbúum landsins? Þetta held ég sé lykilatriði. Það ekkert skemmtilegt að vera að vinna á veitingahúsi eða í þjónustustarfi á Íslandi og upplifa hranalegt viðmót frá Íslendingum sem er í fílu af því að maður getur ekki talað fullkomna íslensku. Þetta snýst held ég einmitt ísbjótana eins og Andri Snær hefur talað að bara þetta geta tekið svona nokkra setningar, einhvern grunn, það slakar held ég á þessu hranalega viðmóti og varandi það að kynna þetta þá höfum við verið í samtali við menntamálaráðherra það að svona í samhengi við þingsályktunartillögu sem er verið að leggja fram styrkingu íslenskunar og það má vel vera að við reynum að vinna saman að því að koma þessu verkefni fyrir almenningssjónir og tengja það þá við aðra hluti sem verið að gera hjá ríkisstjórnin og öðrum aðilum því ég held að þetta hljóti að vera sameiginlegt verkefni samfélagsins alls að bæði til þess að styrkja tungumálið en líka til þess að styrkja þá sem að koma hingað til þess að vinna hvort sem það í langan eða stuttan tíma til þess að geta verið upplifa sig sem sterkari hluta af samfélaginu og ekki svona vanmáttu eins og Stefán hefur verið að tala. Við erum náttúrulega búin að vera að tala núna mikið íslenskukennslu. Sko ég myndi segja að helsta í þessu væri allt saman, það eru samskipti. Að þegar kemur að því að styrkja starfsfólki okkar, auka hæfni þeirra, það snýst fyrst og fremst að tala við það. Að ræða möguleikana, hvað viltu, hvert eigum að fara saman. Og ég tek sem dæmi bara, nú hérna 5 plaggut, mismunandi plaggut frá mig, að ekki taka þau með ykkur og hendum á vegg og bara búið. Við vinnum með þetta, tölum við starfsfólki okkar, prófum að ræða þessu orð. Og því að yfir þetta þannig, að mikið tala mannauð, og mannauð svona orð sem bara búið að nota rosalega mikið alls konar merkingu þannig, en við verðum að muna alltaf eftir því að við erum að vinna með raunverulegum manneskjum sem hafa raunverulega þarfir og raunverulega væntingar og þeir langar að verða betri. Og þetta gangandi gullnáma ef við náum að fara rétt með þau. Og við höfum bara komast það í okkur að þegar kemur að fræðslugreiningu eða greiningu hvað við kemur fræðslu, hvað við þurfum að gera, hvernig við takla hlutina, þá förum við alltaf beint í starfsmenninu okkur og spurjum bara hvað viljið þið? Hvað sjáu þið fyrir ykkur? Hvernig myndið þið vilja gera þetta? Þá segir einn þetta, hinn hitt og svoleiðis, svo finnum við einhvern milliveg eða við finnum bara einhverja leið til þess að hver og einn einstaklingu fá okkur út úr þessu.
Þannig að erum við að tala um fjárfestingu, þá þurfum við líka að muna að við erum ekki alltaf að tala bara um peninga. Það kostar peninga, jú, en fjárfestingin þarf líka að vera mælt í tímum. Við þurfum að leggja tíma í þetta og þar sérstaklega stjórnendur mjög mikilvægir að minna á þetta, við erum saman í þessu og ég mun styðja þið alla leið. Það svona, ef það er eitthvað að taka með úr þessu, þá er þetta. Ég held að lykilorðin hérna séu kannski þolinmæði og virðing. Að við þurfum að hafa þolinmæði fyrir því að það tekur tíma að læra tungumálið. Við þurfum líka að bera virðingu fyrir menningarlegum margbreytileika og að íslenska getur verið alls konar. Að það sé alveg í lagi að tala íslensku með miklum hreim og það sé líka bara allt í lagi að beygja vitlaust, sérstaklega maður er útlendingur. Við eigum bara að bera virðingu fyrir því að þetta er eitthvað sem er bara allt í góð. Mágur minn sem er Bandaríkjamaður er alltaf að tala um þetta, að hann reynir alltaf að tala íslensku, leið og hann byrjar að þá er hann alltaf svarað á ensku. Af því það heyrist að hann er ekki íslendingur. Þannig að við þurfum aðeins að róa okkur kannski í þeim kröfum sem við gerum til útlendinga með framburð. Já, það er nú búið að segja margt af því sem ég vilja segja líka, en allt snýst þetta orðspor landsins og undirstaða fyrir því er að við hugum vel að gæðunum. Nú er farið að hægja á til allra hamingju aðeins að svona hægja á þessum gífurlega öra vextið sem að gefur okkur þá svigrúm til að huga betur að gæðamálunum og ég held við eftir að líta í eigin barm, bæði gagnvart því hvernig við komum fram við útlendingana, sýnaði meiri þolinmæði og jafnvel að við sem allir stjórnendur í greininni gangi fram með góðu fordæmi, fari hér heim af þessum fundi í dag, virkilega gefið sér tíma til að setjast niður með starfsfólkinu og benda á eina leið hérna því að það mun skila sér margfalt tilbaka, en sem sagt orðspor Íslands og gæðin, þetta helst allt í hendur. Nú, bara að lokum þá vil ég hvetja ykkur sem að hér eru stödd til að taka með ykkur þessi plakött, þessi veggspjöld. Maður reynir að vera alveg korrekt hér, réttur. Takið með ykkur veggspjöld, það sparar ykkur og okkur spórin og póstbörðugjöld. Þau sem eru á landsbyggðinu og eru ekki hér en hafa áhuga á þessu, hafið samband við okkur, við munum senda ykkur þetta. Þetta er okkar útprentaði listi, eins og er spurt hér í Slido. Hann er á þessum plakkötum en þetta er lifandi verkfæri, við munum bæta við orðum, fá ábendingar frá ykkur og það kemur á vefinn. Þannig að við munum ekki svona fyrsta kastið prenta einhverja glænýja útgáfu, við munum prenta aftur ef þetta gengur vel, en það verður sama útgáfa, en lifandi listin hann er á vefnum. Þetta er hraður vefur og er alveg ígildi smáforrits eða apps. Þakka ykkur öllum fyrir komuna, þakka ykkur fyrirlesarar fyrir frábær erindi og góðar umræður hér og komið aftur til okkar á Mentamótna. Þeir eru alltaf velkomin. Takk.